Það alltaf svo erfitt að fara, en tala við ykkur út í bíl. Það víst mæðradagur í dag. Anita fór á djammið í gær, hún var loksins að vakna. Klukkan að detti í 12:30 og mér langaði svolítið að fara í bakarið og kaupa eitthvað svona mönns fyrir hana, en klukkan svo margt. En ég pæli að gera það samt. Já, þannig að þetta verður, ég veit reyndar ekkert hvað við erum að fara að gera í dag. Ég vona að þetta verður skemmtilegu dagur. Ég vona að dagurinn þinn, annarkvort að þú sést að byrja daginn á því að horfa á þetta eða enda, eða bara yfir miðjan daginn. Ég vona allavega að dagurinn þinn búinn að vera frábær og æðislegur og bara lífið sé að leika við þig. Hendum okkur í bakarið. Það er búin að vera í bakarið. Núna ég komin fyrir utan blómabúð sem ég reyndar man ekki hvað heitir. Já, Baltasar talaði við mig í morgun og hún langaði að ég myndi fara út í blómabúð og kaupa fallega rós handa mömmu sinni, út af því að honum þykir svo vænt mömmu sinni og hann elskar mömmu sinni svo mikið, en hann bara svo lítill að hann á ekki pening til að gera það. Þannig að ég ætla að fara núna inn í blómabúðina og kaupa 2 rósir handa Anitu, mömmunni, út af hún á það svo sannarlega skilin. Þannig að við bara skjótumst inn núna og kaupum þetta. Því ekkert annað, ef það rok þá byrst ég afsökunar á því, en tjekkum á þessu. Það auðvitað fullt af fólki inni, eins og ég átti alveg vona, en tjekkum á þessu. Þetta gefa mömmu blóm. Já. Þetta sem sagt frá Baltasar og Benjamin. 2 rósir. Já, það var brjálað að gera í blómabúðinni, sko. Það geðvægt. Herru, við ætlum að fara að fá okkur smá bakarísmat og ég gríp vélina eftir örstuttastund. Jæja, eftir bakarísmatinn þá svæfðum við Baltasar og Benjamin og ég og Anita sofnuðum líka. Núna klukkan, hvað klukkan Nipp. Klukkan eitthvað, hún er yfir 6. Það við þurfum að ná í matinn sem við erum að borða núna klukkan 6 og Anita langaði sushi út af því að það nú mæðradagur og þá fær hún það sem hún vill út af því að hún svo falleg og hún svo æðisleg og þunn. Er þið þunn? Ég veit það ekki. Við ætlum alltaf að fá okkur sushi, bara að horfa á Grace, þannig að við bara sjáumst það eftir. Ef þetta er rosalega þunnt og svona tómlegt blogg þá bara biðst ég afsökunar á því. Það er bara þannig, stundum.